Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér á þetta framkvæmdaþing sem svo sannlega ekki vanþörf á því að byggingamarkaðurinn, hann ein af þeim stóru áskorunum sem við horfum til þessa dagana og eigum fund eftir fund og umræður eftir umræður upp í banka við alla þá sem að því máli koma, hvað sem á kaupenda eða seljendahliðinni og áhyggjurnar eru útbreiddar og við deilum þessu sannarlega. Nú, rétt til að ramma inn kjarnamáls og meginefni í mínu erindi, þá ætla ég að fara hérna á hundavaði yfir nýjustu þjóðhagsspán okkar, það sem að við sjáum mikinn viðsnúning frá bullandi þenslu á fyrsta fjórðungi síðasta árs. Á einu ári höfum við farið frá því að vera í bullandi þenslu með hagkerfið í að vera korter í samdrátt og þetta sjáum við þetta birtast líka í tölum eins og bílainnflutningi, nýskráningum, kortaveltu, öllum mögulegum gögnum. Þannig að hagkerfið hefur verið mjög heitt en það að kólna hratt og við gerum ráð fyrir að það verði svona hægagangur næsta kastið en svo fari hjólin að snúast jafnt og þétt hraðar aftur. Þekkjum það auðvitað að fengir reynslu að svona einhverjar mjúkar hófsamar meðaltalsspár þær verða nú gjarnan fyrir hnjaski á leiðinni svona í rauntíma og ef að síðustu 3 ára hafa kennt okkur eitthvað þá það að taka þessari spá með þeim fyrirvara. Ég ætla ekki að fara yfir þessa óvissu þetta en bendi bara á hversu margir þeir að snúa einmitt af fasteigna mannvirkja markaðinum beint og óbeint. Við erum með Grindavík og ég tala eins meira það eftir. Kjarasamningar auðvitað hafa mikil áhrif á kostnaðarliðina hjá verktökum. Það ekki útsýð með hvað Reykjanesóru muni gera fyrir mannvirkjagerð allt frá íbúðarhúsum til upp í innviði á tímabilinu. Lánamálin, greiðslubyrði bæði fyrirtækjamegin og eins hjá kaupendum og eigendum fasteigna er líkil óvissu þáttur og svo íbúðamarkaðurinn sjálfur. Þar við ekki síst að horfa í framboðsliðina sem eru blikur á lofti. Nú, verðbólga hefur þetta verið ein helsta áskorun hagstjórnar núna undanfarna fjórðunga og misseri. Hún hefur verið þrálát en hún að koma niður og sem betur fer eru þættir að borði nýgerða kjarasamninga heldur að styrkja okkur í þeirri trú að verðbólga haldi áfram að hjana og verði orðin svona einhvers staðar í nánd við verðbólgumarkmið Seðlabankans þegar kemur fram á árið 2025 og það eitt og annað þessi kæling hagkerfisins að vinna í sömu átt. Því kom það allavega undirrituðum svolítið óvart þegar þau tíðindi komu hérna hinum með götuna að ekki aðeins ætlaði Seðlabankinn að halda stýrivöxtum óbreyttum sem að tilkynntum í gær heldur tónninn þar þannig að það sé kannski ekki endilega alveg að bresta á með vaxtalækkunarferli. Þetta er mér töluvert vonbrigði. Ég tel að banki sé þarna að horfa á stíft í baksýnisspegilinn, sé að stýra eftir baksýnisspegilinn frekar en að horfa einbeita sér að framrúðunni og held og vona að þau sjáu nú ljósi fyrr en seinna og að vextir fari að lækka því að við verðum að fá lækkun á raunvöxtum til þess bæði að fóðura eftirspurnarhliðina á mannvirkjamarkaðinum en ekki síður auðvitað framboðið sem að verulegt áhyggjuefni þegar fram í sækir. En við skulum samt búa okkur undir að vextir verði áfram háir í svona sögulegum skilningi og ég held að þessi 0,75% sem við vorum með í COVID það sé eitthvað sem við fáum ekki aftur nema aftur komi einhvers konar risaskellur á hagkerfi eins og gerðist á. En við getum gert ráð fyrir þegar fram í sækir að grunnvextirnir verði einhvers staðar í kringum 5%. Lækki jafnt að þétt frá þessum rúmlega 9%. 5%, 4,5%, það er einhvers konar jafnvægisvaxtastig og jafngildir þá einhvers staðar í kringum 2% raunvöxtum fyrir þá sem eru að hugsa verðtryggða fjármögnun. Nú, verð á íslensku íbúðamarkaði hefur auðvitað verið ansi fjölskrúðugt eins og þessi mynd ber með sér þó að trendið sé í rauninni frekar stabílt.
þegar við horfum aðeins í gegnum þessar svakalegu sveiflur sem að oftar en ekki markast af einhverjum svona jákvæðum eða neikvæðum skellum, að þá erum við að sjá raunhækkun upp á það bil 4% á ári undanfarin 25 ár eða svo og nafnhækkunin þá að því að verðbólga hefur einhvers staðar í kringum 4% af meðaltali þá einhvers staðar á bilinu 8-9%. Þessi tveir kúfar sem að eru þarna lengst til hægri á myndinni, þeir eiga sér náttúrulega svona sumuleyti svipaða skýringar. Mikill kúfur í eftirspurn á sama tíma og það var ákveðin þurrð í framboðinu og við erum auðvitað þar núna að við erum að ná jafnvægi eftir mikinn eftirspurnarkúf. Sjáu hvernig verðið sveiflast frá því að vera náttúrulega í einhverjum biluðum hækkunartakti eða hækkun fjórðunga á áskrunni þegar hæst hófaði niður í nánast að hækka ekki neitt þannig að þeirra kom lengra fram á síðasta haust í nýjustu tölur sem er að gefa okkur einhvers staðar 4-5% á áskrunni í hækkunartaktinum en auðvitað svolítið hraðar í landsbyggðinni og það skýrist ekki síst auðvitað af kraganum í kringum höfuðborgarsvæðið þar sem að er ennþá töluvert hækkun að pressa. En þetta jafnvægi það er þvingað. Það væri gott og blessað ef að þessi verðþróun endurspeglaði eðlilegt jafnvægi. Þar sem að framboð væri að mæta svona grunnþörfinni og vaxtastigið væri einhvers staðar í námið jafnvægi. En þannig er það auðvitað ekki. Seðlabankinn er að halda lokinu á sjóðandi potti með mjög háum vöxtum og það byggir auðvitað upp þrýsting sem að fyrir eða síðar mun brjóta sér leið. Það hefur verið að færast auki líf í markaðin, það virðist bara sem þegar vaxta hækkunarferlinu slotaði og sjálfsagt líka þegar svona kaupmáttur heimila fór aðeins að jafna sig eftir mesta verðbólgukúfinn að þá færðist aftur líf í veltun á markaði og hún er ekkert langt frá meðalveltu síðustu áratuga svona undanfarna mánuði og raunverðið eins og við sjáum þarna er einhvers staðar við núlið þar að segja það er jafnvægi á milli íbúðaverðs og verðbólgu í landinu. En eins og ég segi þetta er kallað fram með því að berja svolítið hressilega á eftirspurninni með mjög háum vöxtum. Gallinn við háa vexti er að þeir býta ekki bara á eftirspurnarhlið þó að minnst eitthvað til skemmri tíma þá sé áhrifin sterkari þar þeir býta líka á framboðið og ég kem að því betur á eftir að það er vaxandi áhyggjuefni. Nú í sögulegum skilningi er íbúðaverð tiltölulega hátt hvort sem við horfum til viðmiða eins og íbúðaverð á móti leiguverði á móti byggingakostnaði eða á móti launum. Það er þó ekki í einhverjum óvenjulegum hæðum og það hefur verið þessi hlutföll hafa svolítið verið að gefa eftir aftur og í fjármála stöðuleika sem að Seðlabankinn gaf út fyrir rúmri viku kemur fram að þau líta þetta sem ákveðið heilbrigðismerki í þeim skilningi að þetta er ekki merki bólumyndun þegar þessi hlutföll svona fara að jafna sig eftir bratta hækkun, þá er það svona merki að það sé ákveðin stöðuleiki hvað sem líður í kerfinu og ekki búið að byggja upp einhverja verðbólu sem að springi með hvelli. En það höfum við séð raunverð á markaðnum halda betur sjó heldur en flest lönd í kringum okkur. Við vorum ekkert einum að fá hraða hækkun á fasteignaverði í COVID. Vextir voru lækkanir úr öllu valdi og peningum dælt inn í hagkerfin allan heim. Þegar þetta snerist við, þá fór líka verðið að snúa, ekki bara hjá okkur heldur, hjá nágrannaþjóðum og hjá ýmsum þeirra hefur það komið fram í talsverðri lækkun raunverðs. Það hangir ekki síst sama við hversu, eða í rauninni hvernig vaxta umhverfið er samansett. Þið sjáum þarna til dæmis Finnland og Svíþjóð sem eru ferlarnir sem togast þarna lengst niður við enda grafsins.
þetta eru markaðir þar sem að fljótandi vextir eru ráðandi á íbúðalánum en eftir því sem vaxta tímabilið á íbúðalánum lengra þessu mýkri verður greinilega þessi lending þegar vextir fara að hækka í löndunum og við búum auðvitað því að vera með óvenju fjölþættan fjármögnunarmarkað fyrir íbúðalán að fólk getur valið á milli fastra eða fljótandi vaxta og verðtryggingar eða nafnlána. Nú þessi fjölbreytileiki ekkert endilega góða frétti fyrir peningastjórnun en hann skapar svona höggdeyfa fyrir markaðin og ég held að þeir höggdeyfar verði býstna dýrmætir að minnskosti næstu fjórðungana þó að ég er ekki klappstýra verðtryggingar, ég vildi að endanum sjá hana bara helst hverfa á kerfinu og vonandi gerum það á endanum en í bili þá þetta svona minnstakosti heldur eftir spurninni frá því að kólna alveg niður í lítið sem ekki neitt. Demografían, líffræðin hefur þetta verið alveg algjör lykilbreyta í þróuninni síðustu ár. Það ekkert eðlilegt það okkur fjölgi 3% á ári törröð. Það bættust 23.000 íbúar við mannfjöldan hér á árunum 2022-2023. Nú býðum við reynda spennt eftir nýjum tölur frá Hagstofan sem koma seinni dag það hvort við erum í alveg orðin 400.000 eða ekki. Það verður gaman að sjá þá niðurstöðu en það breytir ekki þessari sögu að fólksfjölgunin síðustu 2 ár hefur verið algjör útlægi. Eðlileg fólksfjölgun á Íslandi einhvers staðar rétt norðan við 1% ári. Og það skiptir algjöru lykilmáli fyrir eftirspurnarhliðina á markaðnum og hvernig verði mun á endanum þróast, hvort að við sjáum fólksfjölgunina fara aftur niður í þetta meðaltal sem eru ágætis rök fyrir að búast við að verði. Því að kólnahagkerfið sérstaklega í með mannaflsfrekum greinum á borðið ferðarþjónustu sem hefur þetta verið eina lykilástæðan fyrir þessari hröðu fólksfjölgun og þessi fólksflutningur til frá landinu hefur þá þetta verið lykildrifkraftur í heildarfjölgunni. Við erum ekki að búa til svona mörg börn við sem erum fædd á uppalinn hér. Þannig að eins og ég sjáu þetta skiptir líkimáli. Ef við verðum áfram með hraða fólksfjölgun, þá eru góður að dýr svolítið í að skaffa fólki nýtt húsnæði á næstu árum, en það getur sloppið ef að við förum niður í sögulegu meðaltali. Nú, það hefur verið, og var rætt hér áðan, og hefur þetta verið mikil umræða á undanförnum fjórðungum framboðsleiðina á markaðnum og þessi könnun sem ég klippti úr 2 gröf og með þetta punkta upp úr sem að Samtök iðnaðarins lét framkvæma meðal verktakafyrirtækja núna á síðustu mánuðin síðasta árs. Hún vissulega uggvænleg að það niðurstöður sem þarna koma fram. Ekki bara hefur fjölda þeirra íbúða sem var byrjað á 12 mánuði fram á spurningadögunum, þeim var að fækka frá könnun á undan, heldur gera verktakar ráð fyrir talsverðri fækkun í að brjóta land og fara að byggja grunna á þessu ári í raun, því að þetta gert náttúrulega til lok síðasta árs. Þannig og þarna eru auðvitað ýmsir áhrifaþættir taldir til og breytingar á borð við endurgreiðsla af virðisauka af vinnu og byggingarstað, það ekki að hjálpa og að mínu viti mjög misráðinn þáttur í þessum verðbólgu kælandi aðgerðum ríkisstjórnarinnar á síðasta ári. Þar hefðu átt að hugsa sig tvisvar og auðvitað sölurhraðinn, hann tekur hressilega í hjá verktökum sem að borga 1% af láninu sínu á mánuði með þetta, þeir sem með nafnlán í 2 stafa tölu, yfir 10% borga prósentu það bil af höfuðstólnum á hverjum einasta mánuði. Og þá verður dýrt að sitja með óselda hvern mánuði. Nú sem betur er svona búið að smurja markaðinn svolítið, þannig að það aftur hlaupi líf í sölu ekki síst á nýjum eignum og vonandi verða svona batnandi ytri aðstæður og aukin bjartsýni
og aukni möguleika verktaka til að ná ásættanlegri arðsemi á framkvæmdinni til þess að þessi blessaða ljósari súla þarna hún verði eitthvað sem kom og fór að í næstu könnun sem væntanlega verður framkvæmt með vorinu að þar sjáum við hana súluna sem að þá bætist við slá hressilega upp á við því að þessi mynd ef hún raungerist það bara veit alls ekkert á gott á markanum þá verður hér umtalsverður skortur á nýjum íbúðum þegar kemur fram á næsta ár. Þannig að krossum fingur að þetta raungerist ekki en þá skiptir ekki síst máli að vaxtakostnaðurinn komi niður og hann elti verðbólguna þannig á endanum að það að ná betra jafnvægi í hagkerfinu það gífurlega mikilvægt til þess að við náum sæmilegum böndum á mannvirkjamarkaði og íbúðamarkaði ekki síst og að við fáum ekki hvorki viðvarandi skort né einhverja hressilega hækkun á íbúðaverði líkt og við sáum bæði 2017 og fram 2018 og svo aftur auðvitað í COVID. Það loksins búið að koma svona sæmilegu lægi á húsnæðis áætlanir sveitafélagana og eftir að hafa þurft nánast að gæjast í rassvassana hjá byggingafulltrúanum í hverju sveitafélagi fyrir sig þá HMS komið með ágætis yfirlit yfir hvað í pípunum hjá sveitafélagum landsins. Og það vissulega töluvert í pípunum og þið sjáum þarna eins og Einar þetta myndist á þann að við þurfum að ná sögulegum hæðum í byggingu nýrra íbúða á þessu og næstu 2 árum miðað við þá þörf sem að metina þar. Og aftur, þetta dregur bara enn og aftur fram þessar áhyggjur sem verður einhvern veginn að ráða bóta á að aðstæður fyrir framboðsliðina verði þannig að mannvirkjagerðin eigi erfitt með að spýta verulega í. Þannig að öllu þessu sögðu, ef við snúum okkur þá að verð spánni okkar fyrir verðþróun á íbúðamarkaði, að við gerum ráð fyrir að í grunninn þá haldist verðið í jafnvægi við verðlagsþróun í landinu, að raunverði standi nánast í stað, við sjáum 5-6% hækkun á íbúðaverði að jafnaði á þessu ári, og aðeins hægari hækkun á næstu 2 árum. En það verður að segjast að óvissan í þeirri spá mun fremur upp á við en hitt. Og það verður jafnvægiskunst að finna vaxtastig þar sem að framboðsliðin gert kleift að halda góðum dampi í framboði á nýjum íbúðum og fólki, bæði þeim sem hér búa núna og þeim sem flytur til landsins, sömuleiðis kleift að kaupa þessar íbúðir án þess að við sjáum einhvern vígabóð hlaupa í eftirspurnarhliðina og ég held að þetta sé hægt og ég held að vextir eins og ég segi einhverstaðar og undir 6% þeir sleppi til þess að smyrja þessa vél en það enga veginn að vísan róa þar. Þannig að ég held að 4-5% verðhækkun per ár á næstu 3 árum sé, þó að það sé kannski líklegt, að þá óvissan fyrst og næst upp á við þar. Nú aðeins atvinnuhúsnæði, það hefur verið góð gangur þar og uppbygging á virk uppbygging, það að segja byggingar sem fóru á milli byggingarstiga á síðast ári, hafa ekki verið fleiri síðan fyrir hrun og samsetningin þarna áhugaverð, það auðvitað telur drúgt í þessu að þetta nú 1000 fermetra iðnaðarhúsnæði og vörugeymslur. Kom mér á óvart að hótelin skuli ekki spila stærra hlutverk í þessum tölum en það þýðir ekki að deila við dómarann og svona liggur þetta og við vitum að þættir eins og uppbygging á hótelum að fara núna í ákveðna lægð. Líklega mun aftur bæti þann takt þegar kemur fram á minnskosti næsta ár því að miða við að ferðamönnum haldi áfram að fjölga þá verða hótel í landinu svona nálægt í að vera uppselt að minnstakosti á suðvesturhorninu á háannatíma þegar við náum 2,5 milljón ferðamanna eða þar bil nema þá að það verði þá komin fleiri hótelbygging. Þannig
að þó að þarna sé lagði í bili að þá á ég vona því að aftur verið slegið í þann klár þegar kemur fram eftir næsta ári. Líklega dempast eitthvað eftirspurnin eftir húsnæði á borð við verslunar og iðnaðarhúsnæði. Þar hefur verið náttúrulega talsvert mikil uppbygging og ákveðnir þættir eins og nefnt þarna bara hæga gangur í hagkerfinu almennt og eins þessi dýra fjármögnun, hún verður auðvitað til þess að fyrirtæki sem eru ekki í bráður við þörf fyrir að bæta við fermetrana að þau halda sér höndum. En á móti við erum að sleppa þarna betur heldur en ýmis nágrannalönd þar sem að þættir að borða við heimavinnu hefur dregið umtalsvert úr spurn eftir verslunar iðnaðarhúsnæði og við sé verð lækka töluvert. Þetta er alltaf eina fyrstu spurningur sem við fáum frá erlendum kollegum þegar þeir koma. Ekki iðnaðar og atvinnuhúsnæðismarkaðurinn á Íslandi á hraðri niðurleið í verði og það er ekki. Og það er vegna þess að undirliggjandi eftirspurnin heldur alveg velli og markaðurinn þar eins og Seðlabankinn nefndi síðustu viku virðist bara vera í þokkalega góðu jafnvægi. Þannig rétt til að taka saman, við erum í tímabundnu jafnvægi á íbúðamarkaði en það er þvingað. Þetta er pottur sem að lokinu er haldið ofan á og aðstæður verða að breytast og þá fyrst og fremst vaxtastigið til þess að markaðurinn nái raunverulegu jafnvægi. Lýðfræðin verður lykilþáttur í því hvort að við náum að byggja fyrir sem nemur fólksfjölgun eða ekki. Íbúðaverð heldur líklega áfram að hækka og gæti vel hækka hraðar heldur en við erum að gera ráð fyrir þessi 4-5%. Og þráttur í góðan gangi uppbyggingu atvinnuhúsnæði þá ekki áframboð hér, ólíkt eins og nágrannalöndum og þó að tímabundin samdrátti verði í þeirri grein þá er líklega tilfærsla á milli mismunandi verkefna frekar þar á ferðinni heldur en að verði einhver heildar samdráttur í einhvern verulegan tíma og almennt held ég að við getum hortið þess að þessi markaður verði munni leitað upp á við og það verður næg eftirspurn og ef ekki meira en næg eftir þeim byggingum hvort sem eru íbúðir eða atvinnuhúsnæði sem að fari verður í á komandi árum. Takk fyrir mig.